Eins og blöðurinn myndi segja, hún eina myndu 4, það föstudagur, 24. apríl og árið 26. Hvernig varst þetta? Það var rosalegt. Nú veit allir bara hvað dagsetning klukkan Ekki fættur í gæðir hann. Blöðurinn vill meina, það sé alltaf verið að hlusta á þetta svona allir í tíman og þetta séu mikilvæg skilabóð. Blöðurinn stattur í Róm, eða ekki? Jú, Róm. Rooftop bars út allt Þetta búið að vera svakalega mikið. Hann búin að senda djöðs álag á honum á börunum. Hann búin að vera, hann var að senda í chati. Þetta er líklega nýja uppáhalds borginars. Já, er ekki svolítið skrítið alltaf þegar fólk fyrir eitthvað annað til Tenerife, þá það alltaf nýja uppáhalds borginars það. Kannski var hann í góða heiminn þegar hann sagði það að þetta var nýja uppáhalds borginars sko. Mjög líklega, en við erum ekki tveir, við erum með rosalegan gestina. Hann rándýr, þetta Ásgeir Kolbeinsson. Já, takk fyrir það. Kolfaður. Já, góðan dag. Father of many Kolbs. Jú. Hvað meira? Father of many Kolbs. Man of many Kolbs líka. Man of many Kolbs. Kolfaður sem er náttúrulega þekktasta við Kolben the Wild. Kolben, já, þú veist. Já, hann er marga titla. Já, en það er líka sko, ef fólk kannast við röddina og Kolb, hann er líka bara, hann er rödd FM. Já, það er rétt. Hvað það gerir því? FM. Þú ert með rosalega gæsahól. FM. Þú ert með svona, ertu með rödd Íslands, er þetta það? Já, það er góð spurning. Já, sko, hann er með þetta á gamla kallinum. Gamla kallina sem er sko 99 ára sprell lifandi hlaupandum og takkandi handahlaup sko. Hann er líka með svona rosalega, hann er yfir eitt Unikonta. Ég skil. Það er Papa Kól. En ég minna þú, þetta er Egill Ólafs, þetta er Ólafur Darri. Þú veist, við erum að tala Ásgeir Kolbeins þetta. Já, ég veit. Sverrir Bergmann er nú farin að vera víða líka. Hann er góðröddin sko. En ástæða fyrir við sænum við vilt Kolbi trailerraddir og svona þurfum með tilkynningu það er út af því, ég meina, bara með þessa rödd og hávaksin og huggulegur og graður og allt þetta. Þetta er rosalegt. Hvað kom það málunum við? Ekki bara ég frósa. Og maður þarf að frósa bara. Já. Við erum einna 3 og við erum með aðstoð, við kunnum ekki að taka hana. Nei, sem betur fyrir erum við ekki á tökum. Það væri alveg helvíti gott sæning. Þannig að sko King Andri Björnsson með okkur dag. Já, sætlina. Takk hérlega fyrir að aðstoða okkur, þú mikli höfðingi. Já, kveiki bara þú vilt. Reynda gæti þú Kolbar líklega Fikta mig áfram í Já, þú getur líka að bakka þetta upp. Það ert ekki svona takakall. Jú. Svona þú ert algjör tækni. Já, ég elska tækni sko. Já. Ef það klikkar eitthvað í gilsarunum sko, þá fæ ég símtal Kolbari og kemur heim og græðir samt ég tildulega tæknivæður sko, en Kolbarinn er eitthvað næsta leveli sko. Já, algjörlega næsta leveli. Herru stráðar, ég var að lenda í gær, við vorum í Brussel. Ég og DNA maðurinn og vorum að taka upp einastjörnu og Dóri er náttúrulega mjög flughrættumæður. Já. Hann er flughrættasti vinnu minn og við lendum náttúrulega í daginn í Já, þegar hann fór aftur flugháska. Já, sko, þú vilt meina flugháska. Þú getur upptötu Kolbara með hann. Flugli lendi ekki, segast, hún fór aftur upp. Já, þú veist, hún var í lendingu, þá fer hún aftur upp. Já. Og þetta þykir ekki eðlilegt. Sprell eitthvað í kokpitinu eitthvað? Nei, þetta var ekki sprell, þetta var ekki djókari. Þetta var graf alvarlegu flugmaður og sagði svona 18 sinnum þetta væri normal. Þetta var allt mjög sérstætt og okkar maður var flugrættur fyrir og þetta fór algjörlega með hann og þannig að við vorum að leiðinni heim bara í þægilegri vél sko, bara 3 tíma flugi og sko tæpi 3 tímar. Hvaðan voru að fljúga? Brussel. Já, Brussel. Það var stutt ferðar. Já. Og Kolbarinn verið það, Tomorrowland. Já, þið farið þangað reglulega og okkar maður staðan er bara þannig að það þurft að fara með hann í the cockpit. Sín honum sko. Já, sín honum, ég held að þið bara að fara ánga á blindfoldan. Nei, bara bynda raugun á honum og Nei, bara svo myndi líða betur. Og bara baða hann að fá að fara í the cockpit Ég held að staffið hafi heyrt af TNA-mannunum og vitað hans mál. Og bara 6 ára batuna hérna eru takkarnir hérna eru flugmennin sem fljúa 100% nákvæmlega Hvað sáttu í vilinni? Og voruð þið framalega aftalega í vilinni? Nei, við vorum aftalega í vilinni. Þannig að þið löppuðu fram hjá öllum. Ég fór ekki sko. Ég fór ekki sko. Leittur þá bara fram í vélina að ná fölur framann? Já, bara hann fekk bara kíkja á það og einn high five og sjá takk. Var það eftir að vélinn sem sagt fór aftur upp? Já, en það er önnu vél, þetta er ný ferð sko. Já, það var daginn. Já, ok. En hann fekk að sjá takkana og hitta Og hvernig leiði hann að fara í the cockpit? Leiðilega verð. Leið verð eftir það? Já. Hvernig þá? Þetta er svolítið old school dæmi sko.
Þú veist, þetta eru bara fullt af tökkum og þessar vélar ekkert það. Þetta ekkert eitthvað glænýtt dæmi. Nei, ég menna Hvað vil ég sjá? Tvo flataskjói bara og hvað er að sjá hann inni? Sko, þegar maður sér inn í the cockpit hafið ekki séð Já, þú hefur fengið að fara Já Men hann líður ekki þetta sérstaklega vel samt Ég minnst þetta frábært Er það? Já, bara fullt af, þú hugsa bara Þetta er ekki allt út í ljósum og svona flott tölva, maður sér alveg eitthvað AI shit og alls konar, þetta er svona old school dót Hugsa þetta bara þannig, það er takki fyrir öll vandamál Það er bara eitthvað, hristist, takki hana takki, það er takki fyrir allt Þetta er helviti margir takkar Já, mjög margir, þetta er mikið sem getur gerst Fysikal takkar, ekki í skjá Þeir kunna á flesta takkana vantilega, flugmennir það ekki Jú, hann var eitthvað þykkt í tökkunum En honum bara brá við þetta Já, hann vildi hann hafa þetta svo bara Tesla, bara tveir skjáir That's it Ég held að það hafi verið svona kannski hugsunin sko. Það verður kannski þannig eftir ykkur 30 ár sko. Og er það betra að vera? Ég veit ekki, var þetta Boeing eða Airbus? Þetta var Airbus Ég endur Airbus maður sko. Þá er þetta ekkert gömul, var þetta Æslandir um daginn? Já, þetta er glæni vél Nú er það? Já, þessi takkar eru glænir Já Þeir voru að vera svona margir Þeir fengur þess að vél bara í fyrra eða eitthvað sko En það rakkast ekki bara ofröður, Rikki G-félagin minn sem er flugurhættir maður sem ég þekki Hann drekkur sér alltaf bara í blakka Stráka, við verðum líka að fara að tala um bara það er afsökun fyrir að fá sér nokkra jæra sko Já, en hvernig DNA maður, hann ekki frekka sér ekki a couple of beers? Jú, hann fekk sér Það leysir þetta vandamál, sko Já, en þegar þú fekkst ekki beers, þannig að þegar þú varst fastur í vilni, Kolbarinn Já, hörðu ykkur að 6 tíma ára fóru í lofti Það var great, djöfull skemmti ég með konunglega þann daginn Já, var það? Menn voru að fá fréttir af þér, sko, varst þetta fastur? Sko, hún komst í loftið, hún fór í loftið, sko Það hefur verið hræðilegt ef að sitja 6 tíma í flugvél og síðan bara inn í flugstöð til Reykjavíkur aftur og bara mætt aftur á morgun Það hefur verið hræðilegt Það er viðbjóður En okkur fór hún ekki í loftið aftur? Hvað var þetta? Það var hérna Máður í hreyfil? Nei, þetta var hann í nóvember hérna Það kom 1 dagur eða 2 hérna einhver brjála við Já, kom bara óviður En þú fækst ekki beer meðan og það bannaði að servera beer og hún ekki farin í loftið Það er ekki eitthvað regla? Jú, það var eitthvað svona en sko við vorum fram í sko Þannig að hérna Öðlega, ekki aftur í monkey-klega sko Segðu það bara ekki sjá sig það sko Nei sko, það Steindi var aftur í gær sko Ég er alltaf hættur, ég veist að ég get talið á annari hvað ég fengi að fara oft fram í Já, ég sammála því þetta Þarna var ég bara rosa lánsamur að geta verið hérna fram í En það sko, leið og tókst frá tjaldi og fóst aftur í Þetta var í alvörunni Svona eins og hefði verið Já, bara einhver svona svínað fuglaflensa gripa sig í stórun leikskóla sko Bara og allir bara einhvern veginn öskrandi og gargandi Og vélið bara á jörðinni Krakkar hlýpandi fram og tilbaka En þú veist, máttur maður ekki fara út úr vélni Ég er að spáði hoppa eins út Svo kem ég aftur inn Fastur inn í henni og fyrir utan það að þetta byrjaði vondaveðri var það mikið að þú sé þessa bíla sem að þessar rútur sem skuttlar út í flugvél Já, og litlu líka funny bílana Já, þeir eru ekki á nagligatekkjum og ekki keðjum Þannig að þeir voru bara fastir á jafnsléttu bara spólandi, bara svona fyrir fram að vélina 2 það draga þá í burtu og þetta var allt eitthvað í einhverju svona vesen En hvað var planið, hvað má halda fólki lengin í vélni? Ég er ekki alveg skilta 6 tíma Myndum að bara vera bara svo lengi sem að þraukar bara Já, það er góð spurning Svo þetta er eftir sko, þetta var Kanariflug Hann átti 6 tíma on the ground Svo eru eftir 5 tímar Já Þetta ég var að viðkynna að þetta skemmti mér helvíti vel að fylgjast með þessu ég var ekki þarna Arnar Móni Arnar í Undralandi hann var hérna með sko 1 árs gammal barn sitt Pingu Arnar okkur besti maður sem er með viltu finna miljón hérna á sín algjör toppmaður hann er með 1 árs gamlan gristling sem er alltaf bara í rauninni í 11 í 6 tíma áður fyrir loft og tíma setti alltaf hún svo bara hefur velin fyrir kl. 9 og best að halda honum vakandi, láta hann sopna í vélinni síðan hann bara búin að sopna og klára allt sitt dæmi og þá bara við erum að taka fara í staði í loftið Ég verið að svo var hann í monkey í þokkabót sko, sem allt var í geði Ég verið að röfla fyrir því að byrja að selja cateringið 40 mínútur fyrir brottför að fólk fari inn, fái fyrsta bjórin kannski eina langklóku eða eitthvað Þannig að fólk komi fyrir inn í velina Já, og svo bara er skellt í lás korteri fyrir brottför bara, herru, já, nú er korteri ég vil ekki með hann, við ætlum að loka búlunni og svo opnar hún bara aftur og eftir Þannig að þú veist, er það ekki það? Ég veit ekki Þegar liðir alltaf á barnum að reyna að ná sem eina auka Ég vil freka hvað Æslandi er grætt mikið cash ef þú eru byrjað að selja beer hérna í þessu 6 tíma atriði Já, bara helling
Helviti mikið sko Hataði peninga þannig að það er góð spurning sko En síðan sko ég flög með Southwest einu sinni Þannig að þekki það, bandarska flugfélagið Frábært, þú eru bara svona kosi og bara svona besta flugfélagið svona Þeir eru svona skemmtilegir Váva basically byggt svolítið á því Þeir eru skemmtilega tilkynningar Er það að vera að slá á létta strengi? Ég veit ekki hversu hrifin er að því sko Er það ekki? Jú, kannski allt í læg sko En þú veist Þetta er þunn lína Já, þetta er mjög þunn lína Og það var til þess Þegar ég var í flugi þá var sem sagt Þá þurfti að skipta Og einhver sem var að borga með pening Og með $100 seðil Og kemur hérna frá flugstjóranum eitthvað bara Dear passenger, we need change for $100 bill Eitthvað svona bla bla Sem kom ekkert svar við því I repeat We need the change If not, I will put the fucking plane to the ground Flugmann sagði þetta bara Sagði hann þetta? Það alltaf fór allir að læga sko Þarna var fólk bara að leita klíki sko Ég var að leiðinni frá Arizona til Vegas og ætlaði bara að setja hann í eyðimörkina En það voru bara opnuð þarna bara einhverjum spilakassar sko Put it to the ground Ég þekki nokkra sem hefur tekið mjög illa í þennan brandara Þetta að DNA maðurinn hefði ekki Nei, þú getur rétt ímyndaðir hvað þetta hefði farið með að svona grín sko. en það sem ég ætla að segja með þetta er að sko þeir leið og sest inn það er alveg góða punktur, þá lappar strax flugfræða þér, þú ert bara rétt að spenna beltið hvað viltu drekka og þú bara eitthvað gin tónik, bjór, skrifa bara niður sem fara þær bara í að preppa þetta og meðan eitthvað að vera að keira á flugbrautinu eitthvað, þú ert valla komin í loftið bara drikkur þinn. Gjör svo vel. Þetta er, sko, ég vona einhversu að hlusta hvað þetta er núna. Já, ég meina þetta er ekki gert þar. Nei, það er eitthvað bara eftir smá stund byrju við að server og ef við sitjum eins og þú aftalega, sko, eða miðjan er vestið, ekki? Miðjan, jú, átt í rauð svona 10. Já, þeir byrja fremst og aftast og sem sameinaðist þar hann í miðjunni, sko. En mest hristingurinn er aftast. Já, hristingurinn er aftast. Það er líka annað, hvernig DNA maðurinn aftast, hann verður fremst. Ég veit það. Þetta er bara ekki nógu vel. Minnsti hristingurinn fremst og DNA-maðurinn plantaði sér aftast. Þú myndir segja að hann er í þetta. Hann var bara með miða, hann var ekkert að bóka þetta flug. Hann var bara í vélinni. Það er gott bara að vera ekki í mangi. Herru, djúðlega gaman að hafa það, Ásker. Er eitthvað nýtt í þessu? Nei, ekki tannig, sko. Það er bara komið sumar og þetta byrja vel og ég held að þetta verið frábært sumar. Ég held að líka, drengin. Er þetta ekki, þú veist, er þetta ekki sumar eins og við erum búin að bíða eftir það? Ég held það. Ég held að það veist, vel að grilli, Kolbarn har grillað mikið í sumar. Já, svakalega mikið. Þú grillar eiginlega bara hvernig degi? Já, ég grilla allt árið, veist það bara svolítið. Ég farið út bara í snjóstorm og það er alveg sko 30 cm ón á grillinu sem bráðna það bara af og steikin á. Bara einhverjir nágranna fjúka bara framhjá, bara eftir ruglaður hann, það verður grillað. Það er frábært gólsumar. Steindir er farin að byrja í gól. Hann er komið með sett. Ég kom með sett. Hann getið sett og hann er aldrei slegið á efi sinni. Hann búin í mæling. Hann bara þetta mæla á sig sett. Það er búin að gera smá grína mig fyrir þetta. Ég fíla þetta. Sko eina sem ég vissi ekki, bara á einskotina ég ætla nýgraði einhver í gólfi, ég hef ekki búin að gólfa með 1 ár, að þú veist, ég hef haldið að kunna sirka að slá á þess að út mældur, nei, þú veist bara mældur strax. Já, ég meina, ég hef aldrei heyrt þetta maður sé mældur í fyrsta tíma. Nei. Og ég fór sér satt inn í búðina, keypti kilurnar og fór í mælingu. Og ég var í klukkutíma sko. En það sem ég skil ekki bara þú þarfst að slá einhvern veginn sveiflur. Já, ég var að slá ég var að lega mér að prófa hérna kilfur og hérna ég slónur þetta alltaf allar kilvurnar letur mig slá lengst til hægri eitthvað staðar. Þannig að ég er bara svolítið í því. Slæs, ég hef búin að díla við núna í 12 mánuði sko. Það eru apaskítur sko. Já, það er mjög fyndið, þú slæsar svolítið mikið. Það er mjög gaman. Það er ekki fyndið, það er bara alveg vandamál sem ég er að díla við í gólunum sko. Ég er að æfa hver einasta degi náttúrulega snúaði við sko. Einasta degi. Ég er bara í þessu til að sigra gilsarinn í þessu. Ég meitt frábært ráð í slæsi. Bara hætta því. Það er ekki slæsi. Takk fyrir hennan móla. Erst þú að kafi í þessu? Ég kafi í þessu. Kolbarn var að gólfa sig grislingur. Já. Og það hjálpar Kolbarn í dag. Ég gólfaði mikið og síðan bara gólfa í gegnum tíðina sko. Já. Svo líka bara 6 metrar á hæð með svona kilvan fyrir ykkur og veist ekki aðeins mikið lengt sem á fer sko. Ertu með venjulega gólkilur eða? Nei, ég reyndar. Þarftu ekki að hafa ykkur? Jó, ég þarf aðeins lengri sko. 2 metrar á hæð og það þarf ekki með venjulegar kilfur. Nei, það er reyndar alveg hárið. Og það er nú kannski þarna sem að þú rétt vannst með þarna út á Kanaríum. Já, við leigðum sett. Já. Kolbarn leiði bara vel sett, svona 6 metrar á hæð sko. Og ég nagli í spýtu þarna að slá sko, svona unagli sko, bara hangandi yfir sko.
Anskotin maður, já, ég mættur í það. Þetta verður gólsumarið með Íslendingar voru gólfóður líka, sko. Þetta er ekki bara ég nýbyrjaður hérna, bara öll þjóðin er komin í gang. Þetta er skemmtilegt. Það er bara ég þekki engan sem er ekki að byrja í gólfið að nýbyrjaður. Hannes Arason og Tjörfi eru í gólfið hérna, sjá þetta þá. Já, Hvað er Þorlákshöfn eða? Nei, hérna, einhvers staðar, ég veit ekki hvar. Hvað er Kef? Nei, ég bara tala Ísland. Nei, það er ekki botn í bænum. Nú? Nei, það er bara búið að opna hérna í Þorlákshöfn og... Já, þá var þetta Sjálfsfróarinn er á leirun held ég, þeir opnaði í morgun held ég, sko. Þannig að þú verður að fara út fyrir höfuðborgarsvæðið til þess að fara í gólfinu, sko. Þeir eru hörðustu, þeir eru komnir í gang, sko. Já, það er reyndar rosalegt. Herru drengir, hefur ekki rennið hverju þættunum? Já, ekki. Herru, það er að sjálfsögðu erlenda slúðri drengir. Ég er með það í dag og ég er búin að vera sveittur að finna þetta til. Það er rosalegt. Og senda móla og... Já, ég fekk enga að senda, ég er með þetta allt í gangi. Erlendslúður, geggja, það er búin í pásu. Erlendslúður, brandar og hotn, pappa mín síni og slæður þetta strengi. Það er geggjað. Já, það er geggjað, Kolvar. Þú voru að taka þátt í því, við erum að giska á pönslæðin. Við erum að giska á pönslæðin. Blöðurlu segur í, hann er ekkert í dag, hann að þú voru að vera á tánum. Já. Spurning kemni Gilsans, hvað erum við að tala um? Ég er með King of Partying. Það er rosalegt. Þannig að hérna þið félagar kunni alveg að djamma, sko. Ég held að það hefði verið búið að leggja þetta niður þennan móla hérna í þetta. Ég meina Kolbarinn sko átti skemmtist. Já, ég veit, hann er í fyrir framundan vera clear favorite, þannig að ég veit að maður veit aldrei hvað gerist í þessum. Ég hlýt að vera underdogana. Þú ert alveg klálega underdogana, en það getur allt gerst. Ég veit það, sko, það er þú varst mikið hérna á prikinu og svona, þú veist hérna hann á lag sem snýst jam. Jam í kvöld, sko, bara hann bjók til lag jam á Austur. Þú veist, það hlýtur nú, Austur með mikka. Ég meina, ég með jam þáttan í mannarsega þáttunum og þú veist, sem snýrst bara jam og Steindi var bara fyrst að gafst þetta í huga ráð inn í það jobb. Einmitt. Hann pakkaði því sá. Þannig að þetta er ekkert svo augljóst, sko, þegar þú segir það. Svo splittar hann gefinu mikið og þegar þú segir það. Skýrið hundur sem Guinness. Þannig að þetta er ekkert alveg svona open shut case. Gæti verið feimur. Heyrst það. Hafði ekki dóttið hefur að setja þessar stuðleinu og epic? Já, það var sniðut. Það var sniðut. Eins og núna bara rétt fyrir keppnina að fólk geti það er ekki eðlilega góð hugmynd. Kortmyndur og frekar, það geti dottið inn og Íslensk slúður gæti dottið inn í dag. Það er, ég held að vera að tala það á hann. Erlend, já, þú með Íslensk slúður. Það er sem fólk er búin að senda á ykkur að móla hana. Þá er ég að fá send sem sagt, sko, í innbási er að fyllast. Þetta er bara orðgöld og eðskilur, fólk er öll þetta hvað er að gerast. Já, þannig að hérna brakandi fest. Og þú með erlenda og Íslenska slúður í það. Já, það er sko, sjá til hvað tímileg má kannski, hvort er betra heldur í dag, erlenda íslenska, sko. Hvað er svona meira tjósi, sko? Ég myndi halda, sko, ég meina, ég held íslenska, af því að það er náttúrulega svakalega fest, sko. En jú, mér er þetta líka svo sem. Þannig að hérna þetta er bara veistlega, við erum komnir í gang og hérna og svo ætla að henda ykkur, ég ætla að henda ykkur í þekkið eða ekki. Þeir eru alltaf búin að þekkjast alveg síðan, ég veit ekki hvenar, þekkið hvort annan helvíti vel og kemur ljós hvort þekkir hinn betur. Herru, ef við ekki bara keyra þetta í gang með ykkur rosalega, Andri, hvað erum við að tala um? Þetta er gamli skólinn. Þetta er gamli skólinn. Ég sé bara að taka þessla. Hér á FM 957. Þeir eru að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 97. Það er June Gilsi og Ásgeir Kolbeins. Hvernig ertu, Kolb? Ertu farin eitthvað? Hittur þú það bylgjuna? Nei, hitt hérna í bylgjuna, brosandi hérna. Já, það er helviti bjart alltaf. Slögt ljósarn inni og þútt yfir í dag. Já, bara ég veit að og að draga fyrir strax. Það er bjart hér. Hér er bjart og það er ekki FM, sko. 3 stjörnu gardína hinum einu. Það er rosalegt. Við erum að fara í slúður og sem séum það er Steinþór Hróar. Já. Og hvað er að gerast í slúðurinu bara í heiminum í dag? Það er bara hellingur að vera. Jó, en við ætlum að byrja á okkar manni Wesley Snipes. Það er hérna Wesley Snipes er hann er á rosalegu rönni núna. Það ekki? Jú, hann virðist vera á því og með rosalega myndir, sko. Hann með svakalega myndir og hérna hann alltaf er stutt síðan að hann bætti þarna heimsmet. Guinness-met. Hvað bara heimsmet bætti hann? Það var hvað var það aftur? Var það ekki hérna með karakterinn hans?
Blade Já, hafi verið sem sagt í ákveðin mörgum verkefnum eða yfir ákveðin tíma byrtast eða eitthvað svona, ég man ekki nákvæmlega, þetta var með heimsmet Ég meina, pældi að leiki í Demolition Man Blade og White Man Can't Jump Þú veist, þetta eru 3 rosalega myndir sem var alveg svakalegt appearance í Deadpool Wolverine myndinni Einmitt, það var þar kom metið, ég er að googla þess þetta metið, þetta er hérna longest career as a live action Marvel karakter hann lék í rauninni Blade í 25 ár Já, þú meina Út að það komið celebrity appearance Já, að því hann kom hann inn í Deadpool myndina sem ég hef ekki séð sko, ég aftur með það nú Já, ég búin að taka reynsla henni og rífaði í gang þar sko Það var sérstætt sko Það er með þetta Passenger 57 Já Shit, góð, ég er að setja hana áður helgin Vá, þú skrifir þetta hérna á mér Ég er að fara bara 57 sko Passenger 57 Ég er að fara að poppa og setja Passenger 57 Always bet on black Það var hólur lína Þetta er ein besta mynd sem gerðu verið Þetta er topp Top 20 mynd sko Ég hérna Þetta er geðveikt slúður hjá Steinþór Byrja vel En þetta er ekki byrjað Ég var bara að segja ykkur frá gömlu myndi Sko, það sem ég ætla að segja ykkur frá er að þetta eru rumors Þetta er ekki alveg staðfest Þetta eru hérna hávært slúður að Blade, okkar maður sem er nú með hérna current heimsmetið sé að fara að byrtast í Avengers Doomsday 2026 mynd sem er að fara að koma í bíó 18. desember Sam Blade þannig að hann alltaf það er amazing twist sem bara allt inn og komin er hann orðin þá bara hérna er hann bara aksjón hann er það orðin ofur pælið í því ef hann verður Avenger maður vampíra sko Getur þú farið inn í Avengers? Getur þú kunn sænað inn í þann hóp? Já, ég minna Spiderman var sænaður bara sænar það sem hún vilt inn í þetta dót sko þetta er bara þannig þetta er bara einhverju þessari vitti í þessum heimi í þessari veröld í þessu dóti og þá búið að sæna inn sko tæknilega sé getur þú sænað inn bara sæna inn hvað sem og sem kemur svona 20 svona skýring á því akkur búið að sæna þetta inn og málið dött sko Þetta er alveg sæning og sænar inn Blade Þetta er power Þetta er bara alveg tilkynning Já og svo meiri segja til að sko gera þetta ennþá rosalega ég veit ekki hvernig blöð ætlar að koma tilbaka til þetta en þá er í rauninni Blade World Ender World Ender Já það er ný Blade mynd við erum að tala Blade 4 sem er sem sagt svona bara þetta er ekki hérna staðfest En er hann tilkynntur inn í Avengers gegnum Blade 4 eða kemur það í follow-up þarna? Já, þetta er allavega, sko, það er eitthvað svona á tekniborðinu að hann mæti þarna rúmurinn að segja í Avengers myndinni og svo komi Blade 4 og það er í rauninni vindum að Blade sé svona að bjarga degjandi jörðu Gætu ekki fengið Van Damme líka þannig? Bara ef maður sæn inn Blade og svo sæna bara inn Talandi Van Damme, Stefán, þegar ég var í Brussel við sáum Van Damme styttuna hann alltaf frá Brussel skilur við Tókstu bólamynd með styttuna? Já, höfða, bullandi bólamynd maður og sko reyndar stytta hann er kóngurinn hana hún er umferðaði við hliðin á bensínstöð ekki alveg það sem við vildum gera með við vildum gera það með blöðumastu smá einastöðu fílingur í var ekki bara búið stelin og setja hann að hongað hann er á hringtorki bara hringtorki alveg svo blöð áttu verið hringtorkin á krókn ekki beint hringtorki hún var bara þetta er svona þú veist þetta er bara eitthvað pingu lítil svona þú ert að lappa yfir götu fattaru á rauða ljósi og þetta er bara svona mitt að milli þetta er ekki eins og hringtorki er hann að sparka upp í loftið er hann í splitti hvernig er stittan? Já hann er svona með krefta nefa svona í karate kickbox stöðu en ekki að sparka það en stittan er ekki það stór ég myndi setja hann í splittan ég fór svona við hliðin á henni og ég var aðeins stærri sko þannig þetta er og ég er ekki hávaxinn samt og stittan minni en þú ég held að þetta væri bara svo frelst þetta bara alveg stærða á þessu og nefnir það, sjáðu þetta er rosalega stitt þetta er rosalega stitt en hún er samt sko mjög sérstætt hvernig hún er geimt hún er á einhverju sko umferða það er bensinstöð hérna bara við hliðina það er ekki hérna færa hana bara þú veist og stækka hana einhvern veginn jú ég sko með tiny ég er að tjekka hérna sæsunu á henni sko hérna já herðu býttu nú við sko hún sýnist mér 1.74 hæð sko sem er svona life size of the actor já hann er 1.74 þá get ég votta fyrir það hann er pínu lítill sko þegar ég stóð í hliðin á styttunni já þú ert stærri en hann
Já Herru, en það getur ringsparkaði þannig að það er að gera því það getur lafið mig Herru, þá heldur áfram drengir þá ætla ég að færa með þess yfir í Nicolas Cage þannig að það er alltaf Nicolas Cage og einum rosalega leikara yfir í annan já, og hann er að fara að leika líka í Marvel-ævintýrunu já sama þetta segir mér er þið búin að sæna inn Blade og taka enga séns og sæna Nicolas Cage líka nei, ekki í sömu mynd það hefði verið rosalega ég er að fara í bíó, hvernig get ég farið í bíó og hort þetta málega, þetta eru þættir þetta eru þættir sem koma inn á Prime 27. mæ hefur það bara stutt í þá og heita hvað? og þeir heita Spider-Noir Spider-Noir hvað er þetta bullað? Nei, hérna sér þau hvað er að gerast í því? Spider-Noir Noir og hvað er hann við vinnum í útvarpinu kóngulókall þá er hann sko ég held að sé ekki beint kannski kóngulókall en hann leikur þetta Ben Reilly ok og er down to his luck líka hann er svona engaspæjari og hann er ofta eitthvað svona lúði sem endar á save the fucking day en hann er engaspæjari og overhetja maður stæði The Rock svona einhver lúði sem að vera bara inn okkur stofu skilur fyrir aldrei út frá hús bara og enda á að bjarga degin og hann er hérna engaspæjari og overhetja 1930 í New York og þættinni verða gefnir út í svarthvítu og í lit þannig að hvernig þú ræður hvernig þú upplifir ég er ekki að fara því svarthvítu það geti verið stemning það geti verið algjör stemning þetta gerir skilur 1930 New York þetta getur verið feelingur í þessu svarthvíta þetta eru góða fréttir en ég held þú var í alvörunni að segja að vera að koma Conner 2 það hefði samlega The Rock 2 og Conner 2 hvað er ekki að gera? Face Off 2 Face Off 2 líka þetta geti Face Off 2 undir titlin Another Face það er enda rosalegt og svo endur við þetta drengir auðvitað á Macaulay Culkin og Culkin besti maður hann okkar besti maður en hann er búin að vera svona í sviðsljósinu af og til, hann kíkti þarna aðeins á Golden Globes og í janúar var þar að slá að létta og hérna en í Home Alone myndi koma það? Já, hann var sko að kynna hérna velun í fyrsta sinn í 35 ár sko og hérna og var svona að gera grína því að hann væri svona náði í hann jólin í janúar og svona svo er hann að gera ykkur af þætti sem heita Running Point Season 2 kom í april Running Point ég er ekki að sé Season 1 en eflust besta seria bara all time ef hann er í henni það er 1980 þessu blöðarinn blöðarinn fæðist í júli 1980 Macaulay Culkin er ágúst 1980 þeir eru bara mánuður á milli kring blöð og Macaulay Culkin Macaulay Culkin alltaf verið bara svona þú veist já, hann var líka árið milljónumæri gráðan á 12 ára þegar hann var The Monster hit í Home Alone já, en annars og fór á dæluna, kom að henni hann fór á dæluna en náða að færa sig af henni það er ekki oft sem að batastundin að rífa sig af dælunni nei, kom bara tilbaka og með allt í gangi hann var að tala hérna inn á okkur Disney myndi fyrra maður hérna og bara allt upp á 10 hjá hann sko. Þannig að hérna þetta var slúðurpakki besti slúðurpakki sem ég á æfum við þig er það ekki Wesley, Snipes, Nicolas Cage og Macaulay Culkin það blöðar hlusta þannig að það hér upp þessi næsta pakka sko. takk hella takk Top tónlistarstöðin FM 957 það held ég elsku vinnir FM 95 blöð hér á FM 957 drengir klukkan er að nálgast 5 tíminn flýgur maður djúvill er tíminn fljótur að líða þetta það verður 5 herru, hérna sko, við erum að fara í lið sem að ég held að hlustendur kannist vel við lagið komið undir þekkið þið ekki, Kolp, hefur þú keppt í þess áður? Já, ég held það kannski held ég einhvern veginn keppt í þessu og veist, hvernig gekk? Móti, gekk ekki vel sko að móti allir? Ég held það sko
Það er rosalegt. Það er ekki fræðilegur að muna það. Nei, já, sko, það sagði mér bara meira Egil heldur en margt annað einhvern veginn að vita ekki þessar hluti hann, sko. Það er bara mjög margt hann í skúffu og inn í skápum sem að þú vilt bara hafa lokað það, sko. Maður veit náttúrulega ekki hvað ruglum að fara í núna þessar spurningar. Nei. Steinþór náttúrulega með þetta og Já, ég gæti að fengi smá aðstoð við þetta. Ég ætla bara að vinna eins og alltaf Já, ég er með 4 helvíti góðar hérna. Og drengi, þeir eru búin að þekkjast lengi. Þeir eru búin að þekkjast hvernig kynnist þið? Hvernig náði ég myndinni hann þú varst með dolluna hann á klóstun og hverfi sko þegar ég myndi á Instagraminu mér núna í story hérna efsta myndin þegar þú vart ég er eiginlega fótobomba Kolbarn sko. Það fer svolítið eftir ég þekki hann ekki annars Nei, fer eftir hvort þú takir það með ekki hann var á tímabili, var hann pínus og Níls karakterinn með Jóhannu Guð var hann guðan var hann að hitta Kolbarn hér og tróða sér inn og svona ég vissi að Kolbarn var að fóri á sko. Já, ég skil ég myndi telja þetta alveg þaðan þá er þetta að tala svona hvað, 2003 rosalegt búin að þekkjast lengi drengir, þetta eru 4 spurningar hvor ætlar að fara á prentaran fyrst vilt þú byrja að svara á Kolbarn eða viltu fara í pásu? Mér er alveg sama sko. Er eitthvað betra í þessu? Ég vildi ekki bara byrja og ljúka svo af þetta er alltaf hræðilegu liður, finnst að klára þetta bara Þetta er hræðilegu liður Já, það er svoleiðis Nei, þetta er Ok, ég ætla að skoða þetta Hann er bara krefjandi Steindi lesus Það er hann sko Gerir jack shit Þú bara semur spurningar óþægilegar Ég ætla bara Ég spyrir bara 4 spurningar Þú bara svarar Ég ætla að prenta hann Er bara heiðalegur í þessu Vá Djöfull neldan hörðu Svakalega sko Ég held að róninda myndi brotna Hörðu Alltaf sé á einhverju anadröði nú Hvað er búin að sprauta í sig Hörðu Þá byrjum við þetta Fyrsta spurning að 4 Djöfull fínt þessu nú 4? Er það alltaf eða? Já, það er nú stundum bara 3 sko Fínt að vera, nú eru bara 2 hérna Já, þetta er þægilegt Já, þægilegir Mjög þægilegir Og Andri Herðu, og Andri, já, bestur Herðu, fyrsta spurningi Hvaða signature move hjá þér á djamminu þegar þú varst á lausu var svona í uppáhaldi? Hjá mér? Já, hvað var svona signature moveið þitt þegar þú varst á lausu á djamminu? Ég fekk aðstof við þetta Fyrstu aðstofið? Já, það er nokkri sem voru að senda Já Hvað er svona Sko signature movie var bara Kolbarn appearance Já Það var signature movie Þú veist, kemur hún á stað Kolbarn mættur Já Það var í rauninni ekkert annað sko, þú veist Nei Því þú séð mig á djamminu sko Já Ég er ekki Hvað er þetta geggjaður á djamminu? Já, ég er ekki gæinn sem er að hella niður Ég er ekki gæinn sem er að sulla á mig Aldrei Ég er ekki þöglumælti gæinn Ég hef aldrei séð þér, menn púla neitt að þér Nei, ég er ekki eitthvað argandi og gargandi Ég er ekki asnalegur Og ég er ekki einhvers stað slefandi Ég kem bara inn Þægilegur Tala við fólk Sæki glös Í drikki Og töða og hef gaman sko Já Þannig að sko rauninni er ekkert signature move annað en það Þú sett bara í húsinu? Já, bara Kolbarn í húsinu Kolbarn í húsinu? Já, þú mátt sko Djöfull ert í húsinu þannig maður Já, ég, veist Er þetta sjálfhverstu það? Nei, þú ert ekki að vinna mikið með dansgólfið svona, jú, ég náttúrulega sé taka snúni. Já, það er öðruvísi sko. Já. Það er svona, þá var einhver söngu með og eitthvað sko. Já, og þá er svona að fara að líða á kvöldið og Já, en það er hérna Þetta er bara geðveitt svar, signature movie, þú veist, þú bara varst in the goddamn building sko, það er bara í húsinu það er það sem þú varst sko. Það er ekki Mér finnst það sko. Já, mér finnst það líka Sammála er, hvað pirrar þig mest í fari Egils? Nú erum búin að þekka lengi. Hvað fyrir mest í taugarnar við mannin? Er þetta eitthvað flókið það? Það er náttúrulega bara ekkit eðlilega óþólandi hvernig mikið í símanum. Já. Og sko, og þetta næði náttúrulega bara út fyrir sko allt sem telst eðlilegt því að líka vesinni við þetta er sko, ef ég færi í síman núna og þú myndir vera að tala við mig og ég er á báðum stöðum, ég er með þér og ég er í símanum og ég er svona, mitt, eitthvað svona hann fer inn í síman mannstöðuna hellisbúan
þegar hún þurfti að sækja hann, þegar hún var að segja hvernig kallmenn eru þegar hún horfa á sjónvarpið, það þarf að fara inn í sjónvarpið og sækja hann, það er svoleiðis með Egil, það þarf að sækja hann úr símanum sem er óþólandi. Einmitt, hann er rosalega mikið sko, hann segist ekki geta lifað af án síma. Nei, þú veist. En þetta er það óþólandi að ég hef stundum hugsað að það er eitthvað svona boð heima og setja svona reglu, bara að setja síman í einhverju skúffu. Já. Það myndi líka kveikn í honum svona svo vampíru í ljósi bara því að það var ekki með síman í 5 mínútur eitthvað. Það er þetta frábær regla samt. Já. Herru, síminn, það er bara geggjað svar. Hvað er að vandræðilegasta sem hefur gerst í svona þínu svona dating lífi? Þessi kom líka, hún var rosalega góð. Já. Vandræðilegasta sem hefur gerst svona hjá þér? Ég hugsa það hafi eiginlega verið því ég var sko blöð hendi þetta mástu keypta matum á grill á pönnuna frá það var svakalegt sko. Ekki Austur-Indía félag? Kom eitthvað svona? Jú, og bara hendið á hraðlestin. Nei, sko, ég lenti einu svona í því að vera ég held að þetta heiti að vera catfaceaður. Catfaceaður? Já. Ég var að fara á eitthvað date og ég kemur á staðinn og ég líti við staðinn og basically var það blind date? Nei, þú veist ekki þannig en sko, þú veist, næstu því. Þannig ég vissi ekkert alveg hvernig hún leit út. Þú veist, bara eitthvað ljósað og einhver mynd og eitthvað og sem satum við eitthvað borð og ég líti eitthvað yfir og svona horfið framhjá henni þegar bara á barinn og þar var einhver sem nikkaði til mín eitthvað svona og hæ, hvað segir eitthvað? Ég sest hliðina henni, hún var miklu líkari sko henni myndinni. Þannig ég sest bara hliðina henni bara að spjalla og við erum bara að ræða komin á date í rauninni fannst ég vera bara mættur á dateið bara komin, þannig ég fekk svona pikk í öxlina og hvað er í gangi? Já, bara basically sagt bara, vilt þú ekki bara eiga gott kvöld og sem bara labba án út. Shit. En það er ekkert að útskýra málið bara, þú sérð það er pikkað og gengið út, þetta var svona þetta er bara dött. Já, sko, hvað ætlar hann að gera í þessu? Ég þekkti ekki alveg og þú var svo ólík þér á myndinni eða, veist ekki eins út Hjæst að þú væri þú einhvern veginn þetta er orðið bara þetta er bara rosa vond, sko. Já. Þannig að þú veist kallast það að vera catface? Já, það er víst. Þetta er rosalegt. Það er svona og ég veit ekki hvort það er vegna þess að þú verður svona einhvern veginn svona í framann svona eins og köttur ég veit ekki hvað þetta er, sko. Já, en fórstu á date þá bara eða var þetta bara heima? Nei, síðan bara var hún að bíða eftir einhverjum öðrum og bara eitthvað Kolbarinn í tómurugli? Já, bara bæins bestu og eitthvað í með öllum. Já, það er bara stemning í því. Hvað er það? Já, þessi er svakaleg maður. Þetta er síðasta. Hún er óþægileg. Akkur finnst mér eins og þú hafir ekki ég kom ekki nálægt þessari. Nei. Hvað er meðaltímiðin í beddanum? Minn? Þetta meina hvað ég sé lengi á nóttunni þetta er að meina hitt sko. Hvað, bara hvað ég lengi að horfa á bíómynd eða? Nei, meðaltímin í ég hugsa þetta sé samlífið sko. Samlíf? Já, ég sýnist það sko. Hvað, akkur finnst þið það að vera pælingin þessa spurningu? Hvað byrju hver er meðaltímin? Meðaltímin? Í beddanum? Endist í rauninni sko. Endist? Já, ok, hvað? Þetta er óþægilegt. Já, sko Þetta er skrítið sko þegar þú veist hvað ég endist eða svona einhvern veginn bara ég get ekki ennst lengur ég vildi að það hefði verið kamera á þér þú varst svo klúles sko ekki neitt hvað var að gerast sko ég vill ekki slengja á þetta kannski hvað eru að tala er þetta 10, 20 ég veit ekki bara eitthvað kostir já er þetta ekki bara eitthvað það ekki það væri bara frábær tími já frábær meðal tími. Þetta var rosa óþægilegt og skrítið. Ég veit það, þetta er bara viðbjör, hefur ekki bara að slúta þessu. Jó, er þetta ekki bara fint? Er það ekki? Jó, fóð ég inn bara. Já. Þetta er sérstakt maður. Hvað er maðurinn? Það er sko. Svipur hún á þig, Kolb, þetta er alveg svakalegt. Herriti. Það var þú að fara fram, Kolb. Þú þarfst núna frá það, þú mátt ekki að heyra. Já, ég bara, það kæla mig bara. Já, það ekki, ég kíkja aðeins inn á bylgjuna. Þú eitthvað þátt í þessu spurningu? Þetta er eitthvað erfiða spurninga þetta? Nei, það var eitthvað í lokin sem að fór eitthvað alveg með hann. Hann bara hvítur í framann þegar hann labba út. Þetta var sérstakt. Erfitt hjá
June í dag Nei, þetta er ekki tanni sko. Þetta var þessi síðasta slóan eitthvað aðeins Þetta er nefnilega, þú veist, eins og Margóf sagt þessu þetta, minnst þetta eiginlega nervesti liðurinn sko. Hann er skemmtilegur, hann er krefandi Þess vegna bara vilja rumpa þess af alltaf veist að þegar við kláruð þann Já, við skulum bara fara að beintast þann Sko, hvað var svona your signature move á djammunu þegar þú varst á lausu? Þetta er fyrsta, hérna Signature move Þetta, hérna Sko, hvað varst að bralla? ég get rétt ímyndað mér að, þú veist ég veit til að heyra svarið hjá Óskari Kolbeins Það var þetta, ég get lofaði því að það var rosalegt Sko, ég var ekki með neitt signature move ég er ekki með sweet dance moves Þetta var mest ballin svar sem ég bara heyrt held ég Já, ég er ekki með ég ætla bara að byrja að svara fyrir mig og svo þegar ég gíska hvað Óskari sagði en sko, svo Swiss Poop Já, og þeir eru með Jacksonin Já, þeir eru með sweet dance moves Já, þeir eru með Jackson Ég er ekki með það sko Þannig að pluss ég, ef þetta er þú veist á lausu þá átti ég ekki 1 krónu en ekki var ég að splæsa í flöskuborð Það ekki hendi það Nei. Basically var ég putting out the vibe á barnum Hefur sér dömmur þegar Harry fer á barinn og put out the vibe Lloyd Lloyd fer á barinn í dömmur í appisínugul jakka Sett hann ekki svolítið rassinn bort í loftu Hallaði sér á barinn og Ég fór á barinn og put out the vibe Já Það er eiginlega með signature move Já, en þá gæti ég svo sem kannski Ég fer bara á barinn og fæ mér beer og er bara þar Er það ekki þá Ég er ekki að fá mér snúning á gólfinu En setur þú þá jakkan aðeins beigir það eins á barinn, jakkin pínu upp og rassin út Fetta aðeins bakið Fetti bakið Rassin aðeins út og lifti aðeins jakkanum hana og pull out the vibe og já Ég myndi segja að það var rétt svar Gangi Áskeri vel að segja það Já, þetta er rosalegt svar og ég meina nú kannski eitthvað sem getur nýtt sér þetta líka Hvað pirrar þig mest í fari Kolbarans? Þú veist, þið er bara að þekkast lengi Hvað er svona, er eitthvað svona sem kemur upp í hluti Hann er rosalega seitt það gerist þetta ekki ofta og pirraður út í Kolbarans En hann er eiginlega hann er verra á klukkun ég Já, sko maður verður náttúrulega að fara að síða það sko en svo hann er, þú veist, þegar þið félagar eru hægir sko en þú veist, hann er líklega verri en þú sko Það til bara tók sér dæmi, bara svo við erum á tenni Við ætlum að hittast í lobbyinu kannski klón 6 Það er bara panta ykkur ressa eða eitthvað og bara vera lobby klón 6 pre-drink eða eitthvað, svo ætlum við bara í leigubíl Endar yfir þannig, leigubílinn er komin 18:20, ég siti í honum leigubílstjórinn byrjar að öskra á mig á spænsku og ég hringi hann hvar í anskotanum ertu og þá er nefnilega allsbyrg upp á herbyggi og þá er það klukkan núna 18:25 Ekki byrjaðar að gera sér þetta er alltaf álfur vesen og hann stundu hendar hann perun undir rútuna sko, hún sé að gera sér háru upp á herbyggju og sko, þau eru bæði hæg sko Já, þá veistu samt að þetta er kannski Kolbarinn og svo hann líka til að vera á næs líka sko, sem er líka svona sem, þú veist, ofnæs þegar sko, það er kannski partí heima og það er alltaf að passa allir sér að hefa hell of a goddamn time, ef hann sé því út í hotni og kannski ekki skælbrósandi þá ríkur hann til þín sko og reynir að hressa einhvern veginn við og svo er hann fugglaóður að þau eru með Jungle Park og hann að klappa alltaf öllu fugglum 50 sinni sko elskar fuggl hann er eitthvað fugglafettis átti páagögg og elskar alla fuggla þannig að hvert skipt sem við förum til tenni þú eru að fara á Jungle Park á fugglasjóið En er hann einhver fjörukall með kíkinn og svona Nei, bara hann elskar fuggla bara handa á þeim, klappa þeim Það er rosalega að koma í ljós að Kolbarinn sé einhver svona fjörukall finnir fjörur með kíkinn og er að kíkja á spóa eða starran Við spurjum hann bara eftir hvað þessi fjörukall Já, ég hef helviti gafin þessu Herðu, og hvað er þá? Ég hef ekki að segja bara ef hann segir annarkon Fugglarnir er of seint of næs og fugglar Við erum í stuði, ef hann segir eitthvað þess að fara fúnt Ok, við erum í gýr í dag Hvað er að vandrarasta sem við gest fyrir þig svona í þínu dating lífi svona í gegnum tíðina þú hefur verið kannski Ég er bara strax að hlæja út af því að hlaka til að ég get ekki beðið eftir að Ásgeir kemur inn og segja sko, velta steinu með hanskum drepi alltaf svara fyrir sjálf með hann sko ég hef aldrei verið í dating lífi ég hef aldrei farið á date í rauninni sko ég hef aldrei farið á okkur blind date ég hef aldrei hitt einhverja á okkur veitingast að ég þekki lítið sem ekki neitt og svona á deiti, skilur hvað það er bara ekki gerst Nei. en ég þarf að nefna eitthvað og það sem kannski poppar upp er þegar ég var að skella mér á ég kallu það bara date að hitta með Kjellu en hún rugglaðist eitthvað skipur hann hjá sér svo sko, þegar hún
Hún tvíbókaði sig. Hún bara búin að bóka félag. Ég kem, félagi minn mættur. Voru þið báðir að fara á deitið? Já, þú veist, hún tvíbókaði. Þetta bara, bókaði, hún er brjála að gera í dagatalunana því að það var, því ég mæti, það var bara félagi minn, ég með döðlangar að segja hvað hann heitir, sko, Klæjar, sko. Og þú ég bara verða, ég geta það ekki. Kannski einhvern tíma setna, þegar það er og búið með 2-3 læt. Þetta var svona vandralegt atriði, sko. Og hvað gerist þetta? Og segir það ekki bara, heyri ykkur? Ég fari, í bíó. Já, ég geti líka, við fyrir bara að rífa það setna kannski, bara hvernig það vexlaðist. En ég var tvíbókun á það. En þú fórst ekki á deitið? Nei, það var bara fokkast upp, skilur, þetta á tvíbókun. Þannig að það var ekki samt vandrald, það var meira fyndið. Við hlægjum á sér það, sko. Já. Þannig að Kolbari mun aldrei geta ekki skoða þetta. Hún var bara með 2 í takinu og var svona aðeins að velja að milli. Tvíbókun, þá það síðasta þessir helvíti sérstu, hvað meðaltíminn í beddanum? Þessi óþægileg meðaltíminn? Já, við skulum fara hrattið. Þú meina þá bara, þú bara tekur skeiðklukkuna og svo bara ferði yfir árið og finnur út meðaltíma. Þetta er alveg metnaður að finna það út. Já, þetta er bara svona eitthvað svar. Það eru ekkert að skoða þetta mér. Já, ég er ekki með svona, ég held að Ásgeir er líklega með miklu lengri tíma en ég að það myndi halda, sko. Ég er ekki með eitthvað svona, það er ekki rútínaður, þetta er bara svona, ég er með quality over quantity. Sýru hvað við? Þannig að þú veist, þetta er komið í 90 mín plus á þetta drep leðeldatrið, held ég, sko, eða ekki? Jú, ég held að flestur ég myndi halda svona sem random gisk, ég held að sé nálægt í 23 mínútur gisk, ég held að sé ekstra hana. Ok, herru, þá erum við frá mættir. Býtu, er hann ekki það? Hann er ráfandi bara svo fuglan, hann er hann. Herru, ég er djúvillig spenntur að fara þessi við fugladæmið. Sittið Jæja, þú kom með kaffi, búin að kika á bylgju menn. Við myndum happy hydrate hann ískaldan henni í glasi. Körli er ekki fættur í gær. Herru, þá ætla ég að vinda með beint í þetta drengir. Þekki eða ekki, ég ætla að byrja bara á, að því að þú ert búin að vera fram í Kolb, ég ætla að byrja bara á að spyrja þig. Ég spurði Egil signature movie hans á djamminu, svona í gamla daga, þegar hann var á lausu, og hverju svaraði hann? Það er eiginlega bara eitt sem kemur til greina og það er júludansinn. Júludansinn? Hvað dans er það? Þetta hafi verið grimmur í hlýraból og tekið síðan hennar pack dance. Já, látið júluna dansa. Ég er með flawless pack dance. Það er ekki það. Pack dance, júludans, þetta sé bara klárt. Stig fyrir mig, takk. Þetta er því miður ekki rétt. Helvíti skellur, hann er sem sagt sko, málið er að hann sagði sko, hann fer á barinn og fettir aðeins upp á bakið, jakkin aðeins upp, rassinn út og hann er bara svona pure out the vibe. Svolítið eins og Lloyd Christmas gerði í Dumb and Dumber. Þetta er rosalega Það fer ekki beint á gólfi, beint í vöðvadansin. Hann er bara var þetta eitthvað að gefa? Þetta er pure out the vibe. Það var svona fugg sem setur svona stélið upp eitthvað Fugg? Fugg? Hann er fugglóður, það er bara Þessi fugg að gera þetta, sko. Og í núna tveir menn. Það er þetta rosalega helvits fuglandir. Þá ætla ég að spyrja þig Egil. Hvað signature move var Kolbari með? Já, þetta, sko, ég hef aldrei verið Kolbari á lausu. Ég hef aldrei verið einhvern veginn á sama fermendur og heyrt hvað hann er að segja, skilur en alltaf hann er með alltaf þessu gríðarlega hæð sem gælur elskar, sko og svo erum þetta þykka hár og allt þetta og svo kjálkalínu sem er á 10 þannig að það gengi vel í honum og ekki tíðina, sko en sko en málið, sko, ég myndi halda að, sko, I own this place, svona væri setning sem að geta að skila helviti miklu annars í tíma, sko. Eða má ég kannski bjóða þér upp á flöskubor, svona, við hann bjóða þér flöskubor það ekki sem að bjóða þér, skilur þetta átt skemmtist. Já, átt er náttúrulega austur. Svo ættu ég vel yfir 1.90 hæð svo alltaf líka að fókusa líka á, sko, hugguleg heimili. Kolbarn alltaf með það, sko. Fórst heim til hans alltaf og það alltaf búið 10 og maður er innlitt útlit á sínum tíma, sko. Það er ekki það nema sem álur crib. Alltaf svona hreint og fínt og já, bara svona vel innrættað og svona stór hot baðkör og bara svona hugguleg heimili, sko. Já. Þannig að
Ég held að þetta er svarið mitt Þetta er svarið Hvað er svarið? Er ég heitur eða ískaldur? Nei, ég skil ekki, signature movie Sko, hann er á djamminu, það var að tala með Kolbeinn að sagt að ég er með vel innrætta hús. Nei, ég geta í að því að huggulegt heimili og svo allir aðalega held ég að sem virkaði best á klubnum en alltaf bara hann á staðinn. Já, I own this place. Ég ætla að gefa þér rátt fyrir þetta. Svarið var í rauninni bara þegar að sko Kolbeinn í húsinu, bara þegar hann er í húsinu. Hvað húsi? Þegar hann mætir þá er hann bara in the building og það fer ekkert fram hjá hann hann sækir glösinn og það er ekki að setja út rassinn eða hann er ekki að setja út rassinn, það er bara mæti það er bara nóg að mæti og bara þetta er ekki hjálpa neinu sem að hlusta og þetta bara þú veist það er ekki allir sem geta að labba bara inn í bara eitthvað rými og bara gert niður þessu sko, það er bara að hafa fyrir þessu sko labba bara inn og þetta er það er 0-0 þá er það næsta, ég byrjum að þér Egill, hvað er að vandralasta sem við gæst fyrir í datinglífinu, hvað sagði þið Kolbeinn hana? Hvað sagði Kolbeinn hana? Já ég fær svo nei, fyrir ekki, ég er að hoppa yfir ég er að hoppa yfir, hvað pirraði mest í farið Kolbeins? Já Við meðum að hoppa yfir það. Já, ég ekki sko hvað já, ég veit að hvað hann sagði mig já. Sko ég örs sjaldan en töðunar á Kolbeinum sko. Já, ég held ég farið og íti í töðunar á hverjum Sjálfgjöft ég er ekki ótt því ég myndi halda samt að kannski get ég farið töðunar á honum ef ég bara svona, ef ég er krefjandi ef ég svona ef ég er erfiður eða þverhaus það er ekki rétt. Nei, hvað sagði það? Það er síminn, mikið í símanum. Það er töðunar eðlilega mikið í síminn. Sko ég er gaman að þú ert krefjandi og þú veist eitthvað og mjög gaman að því sem að Steindi og auðvitað líklega þólikið þegar þú segir söguna svona 30 sinnum á kannski 28 mínútur. Ég er gaman að því. Þú finnst það skemmtilega? Ég er gaman að því. Ok, síminn? Já, ég skal reyna að passa það. Já, ég ætla að setja hann í bara einhverja skúfu sko. Símabann núna að fara dætt inn hjá Kolbeinn. Já, það er alveg skellur. Það er stórt, það er mjög stórt. Skil eftir lobbyinu bara En Kolb, hvað fyrir mest í taugarnar á Agli þegar kemur að þér? Ekki neitt. Nei, þægilegur. Akkur ætti okkar að fara í taugarnar á hann gagvart mér. Heldur þægilegur. Við erum ekki komin á blað, sko, hvoruðir? Ég veit ekki hvað hann geti hendi þarna, sko. Nei, viltu gíska eitthvað? Geta það ekki. Nei. Já, ég minna hvað, þú veist Ég er aldrei eitthvað svona, þú veist, eitthvað fæ eitthvað símtal hérna frá einhverju svona okkar Kolbeinn Nei bara heldur það Pirraður þarna eitthvað eða eitthvað, sko Þetta er ekkert í hug Já, sko Nei Ekkert Það er bara ekki með svar Ég er bara tóm Ég er bara svo api með trommuna núna Það er bara pass Þú bara færð þá ekki stig Þá færð ekki stig En viltu heyra svarið? Já, ég vil heyra svarið Já, það er í rauninni eitthvað þrennt þarna sko Þú hefði getað þrennt sko Þrennt? Já, það hefur reynd að giska Já, það er í rauninni sko Þú getur verið stundum ofnæs Það farið í taugarnar Og til dæmis þá sko ef það er partí hjá þér og ef það er einhver sem er leiður þá huggar hann strax Varstu ekki að tala um það? Jú, eða þú veist, hann er alltaf að passa allir sig að skempa sig vel Ég held að það sé kostur sko, ekki ókostur Já, það er alltaf mikið að spáði Já, varst svolítið setna á tenni í leigubíl Setna á tenni í leigubíl? Já, mástu við beði bílun út daginn Fegst lestur frá leigubíl Og leigubíl var hostile Ég var hringið og sagði, ég er liftunni Þú varst alveg klálega ekki lift, þú varst allsber Það var þetta heldur fyndið Svo leist honum ekkert á það Og sett fuggla óður Þetta er eitthvað nýtt Fuggla óður Þið fyrir með Jungle Park og klappa fugglun Þið átt að klappa fugglunum í Jungle Park Nei, ekki að rífa hann út úr garðin En byrju, hvernig það pyrra þig? Þú ert dýra óður Já, ég veit en að þú klappa þessu fugglumendal Já, það er geggjaði fugglar Þú farið ekki að klappa hann með hann Hvað fuggla óður það? Hrægammar og svona? Hrægammar og alls konar svona Máttu klappa hrægaminu? Já, maður klappar þessu öllu saman Já, borgar aukalega Þú getur farið að fara inn og hitta og klappa þeim Ertu alveg í því það? En þú ert ekki fjörukall? Fjörukall? Ef þú ert ekki með kíkjanir í fjöru og svona Og gera hvað? Skoða fugglana Í fjörunni? Já Það er bara mávar í fjörunni sko Hvaða fugglar eru í fjörunni? Það er fiskar kannski í sjónum og krabbar og hvaða fugglar eru í fjörunni?
Hvað, er þetta eitthvað rugglaðast? Já, þetta heima rétt hjá 4 og labba bara niður. Já, það er bara mávað fljúandi hérna. Jú, svona endur kannski. En ertu að setja fóður í eitthvað svona bala og svona út á svalir og þannig? Nei. Erðu, þú tók að maður í fuglageirunum, Ásgeir. Eru gæsir heimskustu fuglar in the history of mankind? Sko, með að hvað ég sé margar alltaf út í vegkanti hérna, hér og þar höfuðborgarsvæðið, þá held ég að hljóta vera Vegkanti, það er líka bara að ráa yfir göttuna og svo horfði hægri eða vinstri, skýtsa okkur þessu umferði ekki og ekkert eðlilega hægar og alveg saman þú flautur okkar, það er bara valla lítið Það er heimskustu fuglar sögur. Herru strákar, það er 0-0. Hvað er að gera? Nú ætla ég að fá punkt. Er það ekki? Herru, þá byrja ég á þér Egill. Nei, ég ætla að byrja bara á þér Kolb. Hvað er að vandralasta sem við gest í datinglífinu hjá Agli? Sko Gils kemur aftur að þessu sko. Við þekktumst ekki nógu mikið svona á þessum tíma. Nei, þú hafði eitthvað nokkur ár. Já, en einhver síður sko, þú veist, það var mikið að gera hjá Gilsarnum í datinglífinu þarna á tímabili. Og sko, mikið að djama, föstudagar, laugardaga, allar helgar, jafnvel 5. föstudagar, laugardaga. Já, miðvikudagar jafnvel. Já, og Egill eins og þú veist er mjög svona, bara svona, gerir sömu hlutina, aftur og aftur, hefur alltaf gert, bara svona fastur í sínu. Hann átti alltaf borð á Sushi Social á sunnundum, held ég klukkan 6 og það var útpælt. Þetta var svona date-dagur hjá Gilsarnum og ég held að hann hafi sko 100% tvíbókað sig á þetta sundarsteikt einhvern tíma. Það var tvíbókun maður. Það er ekki. Já. Það var tvíbókun. Já. En hann fór eitthvað á föstudeginum, græjaði eitthvað. Eina sem var rétt að sögur á tvíbókun. Málið er að tvíbókunin var sko hérna, hann var á leiðinni á date og hitti þarna vinsinn. Sem var En hann var tvíbókun, það var tvíbókun sem átt sér stað. Það var alltaf góðu áskur að gefa. Ég veit að sagði tvíbókun. Þá eiginlega þurft að gefa hún punkt. Tvíbókun. Það er ótrúlega að ná því. Það er hárrétt, það er 1-0 í þessari keppni. Hvernig náður þið? Jesus Christ, Egill, ég spyr sömu hvað er vandralesta sem gesti í datinglífinu hjá Kolbarunum. Það er bara þessi og ein eftir. Getur þetta aldrei sko. Sko ég myndi halda það að þegar Kolbarun var á lausu og tók hann í signature move og fyrir bað. Og það sem okkar besti maður gerði, hann fór á jammið og fann gellur, baðaður og hérna stundum datt hann í Rómó-kolp sko. Og hérna ákvaða kveikja á kerti, setja það svona upp á hotbaðkarið sko. Þess að slá svona aðeins smá, þú veist, light in the mood, skilur, slekkur ljósi og kveikja á kertum og eitthvað. Nema þessi dama lendi því að vera eitthvað að færa hausinn. Hérna, hvað er síðasta spurningin í þessari keppni? Hvað er það að tala maður kvikna í hárinu? Já sko, það virðist að kvikna aðeins í hárinu. En Ásgeir eldsnögg og svona skvettir vatn í það og slæða eitthvað, hristir það og reddar þessu sko. Þetta myndi að vera hérna ofalega held ég í vandrarlesta sem hefur gestið ekki á Ásgeir. Hvað segir Kolbarn? Nei, þetta er ekki það sem ég sagði Nei, þetta er ekki það sem þú sagði. Ég var ekki að tala um þetta. Hann sagði eitthvað allt annað ég sagði allt annað. Þessi ímyndaðar saga hefur komið. Hann sagði bara allt annað. Já, ég sagði bara allt annað. Þannig ég var ekki búinn. Nei, alls ekki. Þú ert svo langt frá því. Hann var cat-faced. Kattarfeisaður á hans þess var leiðin á stefnumót og hérna sast í rauninni við rangt borð hjá rangri stelpu og satt á vilsborð. Þetta er geðveikt. Þannig að hérna það er 1-0 fyrir Kolbarunum. Þetta var sérstakt og þá er það síðasta. Hvað er meðaltíminn í bettanum og Egill? Þú getur jafna núna. Ég ætla að byrja á Kolbarunum. Kolb, hvað segir Egill hann? Þetta er hræðileg spurning sko. Ég hafa, hvor er nær? Þetta er erfiður lið. Þú er átt að það hafa gurri, sko, hún er frænka mín sko. Þetta er hræðilegt sko. Já, þetta er ekki gaman. Það er ekki gaman. Ég var ekki búin að átta mig alveg á því sko, þannig að hérna Svo hittum alltaf Kolbarn í fjölskyldubúðum, það er rosalegt. Já, þannig að þú veist, þetta er ekki einhvern veginn það sem ég dreymum að fá að svara sko. Gjör svo að svara þessu. Þetta er bara hvor er nær. En sko þekkjandi engar síðu frængu mína, þá held ég að ég gefur svona einhvers staðar á bilinu 1,5 til 2 tíma svona meðaltal sem ég hendi bara, veist, freka næði 2 tímum heldur en hinur, 1,5 til 2 segi ég. Sko, rétt svar er
nefnilega heldur langt frá þessu. Rétt svari 23 mínútur. 23 mínútur? En hérna við samt Það er bara að ljúga sko. Já, en við 1,5 til 2 tíma. Já, þú veist það svona, ég ætla að segja 1,5 til 2,5. Það er bara spreyfast. Þú ert ekki endilega búin að tapa. Ég spyr því sama hvað Kolbarinn hérna Þau þurfum að fara að klára þetta Já, sko, ef þetta er allt ferlið sem tengist samlífinu sem er partur af einhvern veginn öllum samlífinu. Nei, það er ekkert verið að tala um það. Það er ekkert verið að tala um það. Eins og það ferði skælagún, það ferði þannig svo ritual, svo ferði í gegn og það tekur ekkert eðlilega langa tíma. Já, þá er ég nú nálægt þessu að 1,5-2 tíma skil að þú ert að taka það með sko. Þannig að, nei, það er ekki það. Ég myndi halda að sko tekur það allt inn í Kolbarinu, þá er þetta, ég er rauninni sem að segja saman og þetta er kringu 90 mínútur með þetta. Já, 90 mínútur. 90 mínútur? Rétt var 15. Korter? Korter? Hæ? Ertu með allt ritual inn í atrið? Ég bara þetta ritual en einhvern veginn því ég haldi bara algjörlega fyrir utan þetta konceptið. Ég tapaði. Þú tapaðir, Kolbarinn kom hérna, leysir blöðurna og vinnur þekkið ekki. 2-0. Þetta þarf að færa í bókaldið. Já, þetta verður að færa í bókaldið. Komið í bókaldið, þekkið ekki, vel gert Kol, færðin í helgina með sigurdagsleik. Já, drengir. FNÍ blöð er þó í loftinu, klukkan er 18 mínútur yfir 5, blöð var ég stoltur þarna. Hvaða dagur er líka? Já, var það ekki, ég tók það á þann, 24. apríl. Ekki segja það aftur. 26 og veðri hér fyrir sunnar eru svona kringu 10 gráður. Já, takk fyrir þetta. Hann er núna, ég er að vona að segja. Já, þetta er bara nákvæmlega svo bylgjunni sko. Ég er að vona að segja að hlusta frá Róm, hann væri mjög proud. Það sé ekki bara í vélinni eða eitthvað? Býttu, er hann að koma heima eftir? Hann sagði fös. Já, ok. Hann er ekki búin að sína spjallið í langan tíma. Ég myndi að halda okkur besti maður síðan og bara hérna að panta drikk yfir eitthvað látnu manni hann er núna í 30 svetum sko. Já, og það er enda rosalegt. Hann sýst einskis í hálfum. Hann bara hikar ekki að panta drikk. Hann panta drikk, láti maður á gólum og hann pantaði sér að beverage. Stendi var there. Ég hef verið með honum tvisvar í vél þar sem að hefur komið upp neyðatilfelli. Meira þess að voru eins og spurðir. Bara kom flugfreyja. Eru þið læknar? Sem reyndar heldur weird. Þú reyndar rest svona læknalegur. Eru þið læknar? Var það ekki bara Ég var samt bara í hættu peysu gin og tónika eða eitthvað sko. Og ég bara heyrðu, nei, hérna. En það var kona sem satt með okkur sem var læknir, sem er eiginlega ótrúlegt. Þannig að hún fór og var að sinna einhverjum gæja sem ekki afsvif. Já. Og blöðarinn spurði þá hérna hvort hann geti farið á klósettið. Maður fara á klósettið. En býta aðeins, læknirinn þarf að komast fyrst úr röðinni. Þannig að hérna og svo reyndar að panta líka sterkan drikki þegar það var maður hérna án meðutundar, lá hérna með súrefni og eldri kall. Þá sagði hann hérna, það var reyndar að panta sér drikki. Sem segir fólk að sé ekki óhætt að fljúa. Það er bara eitthvað þinnist loftið og eitthvað skrítið súrefni og þú er bara hundalegur. Já, það svíst einskis í hálóttunum. Hörru, það er sunshine á morgun og ekki eitt ský. Það er grillsísun á morgun. Takk. Það er enda rosalega. Já, bara beint í bílinn með live show á morgun. Já, hörru, þú ert með listagjörning þar. Já, ég kem inn sem sko listrætt stjórnandi í einu atriði þarna. Hvað er beint í bílinn? Ég held að sé, já, Háskólabíó. Og ég held að örfá með þar eftir hann ef fólk vil henda sér á sýningu. Herru drengir, ég ætla að henda ykkur í, eða okkur öllum í brandarahotn pappa míns senior slær á létta strengi gískað á pönslæri. Og sko, þetta eru 2, 4, þetta eru 6 brandarar. Og hefur þú heyrt þetta Kolb? Ég heyrði þetta einu svona, já. Ég spila bara brandara, en ég stoppa áður en pönslæni kemur. Og þeir eru svona, ég held þessu góður þetta, ég trúi ekki öru. Herru, fáum fyrsta drengir, hann hljómar svona. Hvað amaði að pappanum sem var áskrifandi að of mörgum efnisveitum? Hvað amaði að honum sem var áskrifandi að of mörgum efnisveitum? Hvað amaði að pappanum sem var áskrifandi að of mörgum efnisveitum? Áskrifandi, komast maður hikarn af áskrifandi. Það er svo gott að kalla bara áskrifandi. Of mörgum efnisveitum. Já, emmitt. Þetta er eilt svo orðagrín hjá. Þetta er efnisveitur, hann er í frákvörfum eða eitthvað. Já, þetta er eitthvað svoleiðis. Emmitt, þetta eru frákvörfun. Ég hef ekki að velja það. Já, prófum þetta. Fjölþættur vandi. Fjölþættur vandi, já. Þetta er sko, byrja rólega senior. Já, þú mátt vera heiðalögu bara Kolb, hann er með breytt bak sko, hann er alltaf frekar nýri í þessu sko, hann er að búa nóði hann er að smíða content hann er að smíða, en þetta er ekki bara ágætt byrjun.
Jú Já, ok, þá fyrir við beint í næstu 7 sekúndur og stuttur þessi Af hverju fljúa galdranortin á kústum? Já Af hverju er þetta enda drullu góð spurning Af hverju fljúar á kústum Þetta er eitthvað ekki hægt að fljúa og fæðiskóflunum eða eitthvað, ég veit það ekki Já, fæðiskóflunar fljúa verður Svo komist fyrir Það er ekki efna að fljúa bara Ég veit ekki, það er kannski ekki að vinna Það er ekki greitt fyrir að vera orðna Alltaf þægilega með kostur Haldið í Nord, þá gerur bara sem sýnist Þú galdrar bara peninga og allt svona drasko Það er góð punktur Ég sá hvað það er Ég var að segja að því að fæðiskóflan er svona ekki hendu Hún er óþægileg, hún er minni og erfitt að vera eitthvað beina koma sér fyrir á henni og fljúa eitthvað Þú sko þið, getur ekki haldið í neitt Nei Já, ég meina, komið Því ryksugur eru svo háarar Já, ryksugur eru háar Þessi var negla Hann fór hratt upp stigan þarna Já Ryksugur háa, hann ekki að fljúa ryksu Já, þú heyrir hann í heild skilur strax bara akkur eru nortnir á kústum bara ryksugur alltaf ekki læti Hljóðlátt, þetta er geðvökubrandari Ok, þá fyrir við 3 Hvað er það sem er nákvæmlega eins og hálft rúbröð? Hvað er nákvæmlega eins og hálft rúbröð? Sko hálft rúbröð Já, hvað er nákvæmlega eins og hálft rúbröð? Já, sko, þú veist Ég hefði brúnt og Nei, hinn helmingurinn Hinn helmingurinn Auðvitað er að hinn helmingurinn Takk, við erum náma að crack the code Þetta er hinn helmingurinn Frábær brandari Kolbarinn las þetta Þessi var góður Já, þessi var mjög góður 3 eftir, þessi 9 sekundur Hvað kallast 3 listaverk á Litla-Hrauni? 3 listaverk Á Litla-Hrauni 3 listaverk á Litla-Hrauni Kolbarinn er helviti góður Gorðagrín hana, hraun og 3 og Litla-Hraun Trjá Já, ég hef ekki að fá þetta breyn Við skulum heyra þetta Gæsluvarðhalds út skurður Já Gæsluvarðhalds En það bóði náttúrulega tálgút verki En okkur gæslu Það var rosalega Þetta ekki alveg Það er komin í gýr en hann er búin að eiga nokkra neglur í það Það eru 2 eftir 12 sekundur Hvað heita nýstofnum samtök hvalalosta og sælgæti? Hvalalosta, BDSM eða eitthvað BDSM og sælgæti Þetta er seniorinn komin á Hálan Ísanda BDSM og sælgæti Maður þóra að spila rest Já Seniorinn komin á Hálan Ísanda Það voru ekkert að fara hann inn sko Nei, kannski bara heyra Það erum að giska Þetta BDSM M&M BDSM M&M Það varstu komin í Þessi var góður Þessi var heldur góður Ég vona að þessi, hann þetta enda á þessu Það síðast er eftir Það er 15 sekundar brandari núna Ef Ching Chong færi til Hong Kong til að spila ping pong við Ding Dong og dægi þar hvað fyrir þá sett á kistuna hans? Hvað heit hann? Ching Chong eða ekki? Það var að spila ping pong til Hong Kong til að spila ping pong Vel flókið sko Sett á kirkjuna bara Nei, á leggsteinu Já, leggsteinu, já Þetta er ekki bara hérna Ding-a-long Ding-dong Það var ding-a-long og spilaði ping-pong Sérst að Þetta er lók Já, það er það var sett lók á kistuna Þessi var eitthvað Já, ágóður Þessi var rosalega Þetta var bara sterkt í dag Sterkur í dag Hann er að Hann minnist ekki, hann getur alltaf fundið 9 og 9 Hann getur bara, allir saman hvað búið náttúrulega að cook Já, hann er að undirbúa eitthvað smá spesial Þannig að hann gæti dottið inn eitthvað tíman Egil var að tala með myndum eitthvað hendi live show Þá geti seniorinn komið inn með sett Með bestu bröndurinn Nokkara power mínútur 10 minútur sett Herru, þetta var brandarhóttni í dag Og ég segi bara verið ykkur góð Nákvæmlega FNÍ fyrir blöð Hér á FNÍ fyrir 7 Okkar besti maður stattur í Róm Egil og blöð Og við fáum skýrslu
hvernig Blöð fílaði Róm núna, vantalega bara í blöðkastunni á þriðjudaginn. Já, hljótum að fá einhverja alvöru skýrslu. Ég var hann daginn og það er alveg saman hvort þú snýrið, það er rooftop bars út um allt, ég elskar rooftop bars sko. Já, þú ert inn að þeim. Og Blöð sendi okkur nokkuð vídeo af rooftop bars. Já, hann fóra nokkra. Það er alveg saman hvað byggingu ferði í Róm, það er emst uppi af rooftop bar. Svo var hann eitthvað að tala um að maður eitthvað að fara út í sveit að það. Já, við erum að fá skýrslu Ég held að segja að hlaða batterín. Hvað er lægsti rooftopar sem þið hafið farið á? Lægsti? Já Það er líklega bara í Róm. Ég fór nokkuð sem það var ekkert mjög ofalega sko. Það er ekki háhís hérna í Róm. Það er ekki svo verið í New York sko. Ég og Stóni farið á bar hann okkur 79. hæð í New York. Ég sagði lægsti. Já, ég held með talda að það var séruglega í Róm. Hvað, að þú getur bara hoppað niður? Nei, sko, ég var eins og í Denver í Bandaríkjunum og bara leiði í lendi þá, ég var eins og stoppið með herum, var að fljúa og fór beint í að googla hérna rooftop bar og bara fekk einn flotta myndir eitthvað svona, þú veist, oft bara á svona rooftopparum smekklegt eitthvað bar og fólk að hlæja með drikk og eitthvað allir glaðir og ég finn síðan þetta og þetta var í svona einhverju stoppi og ég dreig allt krúi, ég er búin að finna henn að gegja rooftopbar eitthvað og við bara leigubíl þangað og síðan stoppu við og síðan löpum við inn á það ég þaðinni og það var pínu svona einhver svona playerstemming skilur eitthvað svona pínu hrátt en svona ok, allt í lagi og við eitthvað svona, hvað er rooftopar og bendur hann út í hodni, it's over there eitthvað svona, hvað skiptist enn rooftopar og það var basically upp þar stiga og næsta, það veist, bara hæðin fyrir ofan þetta var basically bara, þú hefði geta hoppað niður og svona basically sko, og það var the rooftop bar sem að það er ekki hægt þá er þetta ekki rooftop. Nei, ég menna, það var ekki tróðan þetta þetta var ekki rooftop. Skemmtur ekki konunglu? Jú, þetta var mjög góð. Herðu, það er komið að spurningakeppni Gilsarans sem er hræðilegt fyrir okkur Kolb. King of Party. Er tími í það? Já, hörðu, hún er 17:37 þannig að við höfum 23 mínútur og við náum þessu, þetta er ekki stress sko. Hvað ertu með margar í dag? Segðu maður sett bara með 6 eða eitthvað. Ég er vilt bara með 8. 8? Það er mjög mikið. Ég reyna að halda svo í 8 Svakalega mikið sko. Stundum ég finni ég komin eitthvað vesen sko, þá kannski minka át nýri í 6-7 sko. Það blöður hún reyður og eitthvað sko. En alltaf hann er ekki hérna núna sko. Það er ekki reyður út í mér núna sko. Við bara skellir hlægjandi Þið verður ekkert reyðir, kannski nixist á okkur. Þetta er frekar í rauninni eðlilegt. Er ekki búið að breyta reglum síðan síðast? Má ekki segja bara pass eða næsta spurning? Nei, þú bara svara. Ef við ekki bara sjá til hvernig það fer. Og þú vilt líka vinna? Nei, maður vill ekki vinna. King of Party. Það hefur einhvern veginn svona ekki alltaf verið samansemmerski þar á milli sko. Þú vilt alveg vera King of Party, það er ekki slæmu titill. Titillin allt í lagi. Við ætlum að byrja þetta. 8 spurningar og þurfum að klára þetta. Do you like to party? Do you like to party? Var það spurning eða? Já, þetta er fyrsta spurningi, það er flókið það. Já, ég meina, já. Góðu félagskap með góðu fólki, það er alltaf gaman að... Já, það er bara sammála því. Jó. Komður á blað. Takk kærlega. Eðlileg spurning. Já. Vesen. Þannig að þurfum bara að þetta byrjar. Ég finnst það spennandi í dag. Já, ok. Fannst þetta spennandi eftir fyrstu spurningu bara strax? Já. Hefur það jammað með Jason Statham? Jammað með honum? Já. Jammað með honum. Já, ég hef gert það. Já. Hefur þú gert það? Já. Kolbjörn komið með 2 í Las Vegas. Ég hef aldrei heyrt þetta, hvað gerðu þið? Hvað gerðu þið? Voru það, varstu bara we got a shooter og fóruð þið í rúlu og hvað var að gerast? Fóruð þið í rúlu? Nei, þetta var basically mjög skemmtilegt sko. Ég hitt hann, það var klúbbur flottu klúbbur sem fórum á og sem sá ég hann á flöskuborði og ég bara, er þetta ekki til þessum stað það manna? Jú, bara, og fáir svona rísa flöskubor, svona jafn stórst út af stúdíó hérna eða stærra sko. Og var hann með einhverjum hópi? Já, svona einhverju liði sko, og ég fer í dyravörðin og ég segi eitthvað bullaði eitthvað sem ég ætla ekki að segja hérna. Að þú ættir að heima þarna? Já, ég ætti bara heima þarna, nákvæmlega. Og dyravörðin eitthvað svona, og ég eitthvað svona, veifa svona upp hendin eitthvað og hann lítur við akkurat og sér mig, náttúrulega veit ekkert hver ég er sko. Nei, en gefur merki. Kinka kolli og þá lítur akkurat dyravörðin við. Þannig að þetta var svona ekki ósvipaði eins og í Dumb and Dumber, þannig að þegar hann tók reikningin þannig að það höfst eitthvað sípa sett og Sævartarinn tók reikningin. Þannig að bara, ég og vinnum minn inn
og síðan var bara En þegar þið sá þá ekki Jasonin ykkur labba inn og hann var ekkert eitthvað Nei, bara hrikalega næs gæi og bara, þú veist, eins og örugglega allir skynjan og eins og þið örugglega fílaðan, skilju, hann bara Hann er bílmenn það voru komin einhverju 2 gæjar sem að þekkti ekki neitt inn í einhvern veginn hans bás og, þú veist, ég tók ekki blöð á það, ég baði ekki bólamynd og ekki baði neitt, við bara vorum hérna bara næs og eitthvað, skilju Og voru bara spjalla við hann og síðan bara aðra og eitthvað og, þú veist, vorum hann einhverja góða 40 mínútur, það var mjög gaman. Ok, og hvað ætlaði að vera margir þarna tótal, var hann bara þetta með 4-5 vins? Nei, þetta voru svona kannski 10 manns. Og þið náðu alveg að vera, hvað segir Jason? Já, sem voru þessir, sko, vinir hans, svona, þú veist, af einhverjum manager og svona frá einhverju kvikmyndafyrirtæki og einhverjum lið, sko. Svo voru meira svona kannski. Og þá voru þeir eitthvað, og hvað, þú veist, hvað eru þið að gera? Hvað? Jason er leið okkur Sér bara slæta þetta Ég veit ekki Jason Já, sko, málið er það að þú veist ekkert, sko, þú veist eitthvað, já, við erum hérna vinna í útvarp og sjónvarp hérna á Íslandi eitthvað og já, ok, hvað þýðir það? Þú veist ekkert um það, sko hljóma bara einhvern veginn svo að vera í lagi og stórt og eitthvað þannig að þetta var bara gaman Það er 2-1 í Kolbáni Það er 2-1 í Kolbáni Þetta er út með fullt hús Kolbáni Það er enda, það hefur ekki gæst Þú far 3 stig eftir 3 ár Það var aldrei gæst, held ég Þetta var það skemmtileg spjall núna fannst mér Ég glimti í hverju ég var Sammála Hefur þið farið nærbuxnalaus á djammið? Nærbuxnalaus á djammið? Já Þú ekki hafa farið nærbuxnalaus á djammið? Ég veit það ekki Ekki er maður hafði bara prumpað á sig og haldið samt áfram, sko Ég stór ef að það Haldið áfram? Það er prumpa blötu og sagt bara fuck it, maður Já, og hvað rifið það úr? Hentum? Bara hendi mér rusli og haldið áfram Mér finnst það heldur hatt Ég held að steindi sig hann á sig í punktum Nei, mér finnst það ólíkt mér nefnilega Ég ætla að segja nei að það Ég var bara að máta aðstæður Ég er að máta aðstæður Já Ég meina fólk frá það jamma á þess að fara í nærbuxum, sko, það er bara mjög algengt Já, en ef þú ferð, sko, bara ferð út heiman frá það Já, bara í buxum Já, ég er bara að tala, já, þú veist bara Það held ég ekki Ok Ég hittir eiginlega eina sem Já, þú bara ert niður í bæ og þetta gerist og ert bara ekstra út að borða og prumpa blötu og hendiði mér rusli og bara, herru, ég ætla bara að halda áfram og það fór ekkert í gegn Ég ætla bara að halda Já, ég verði að ok, það er kvöldið eitt blötu En þú þarft að vera helviti harður til að gera það, sko Flest allir myndu að sippa sig heim, sko Er það? Ekki það kemur bara smá Já, sko Ég myndi líklega bara sippa mig beint heim og Myndur bara brun upp í mós og þú veist Og annarkort vera bara, ég er komin heim og þetta var bara 10 sögmaður Ég ætla bara að hóla okkur mynd og hafa mér saltnákir eða ég myndi taka í mótium og henda mér í nýjar og keira mig að taxarum að býða eða ég veit ekki Ég er að reyna að velta stig Þetta er það 2-1 fyrir Kolb Fyrst þú stig þetta, Kolb? Hann er alltaf Nei, þú er nefnum sem alltaf Já, ég er alltaf í nefnum Get ekki gefið stig hérna Myndur segja að væri meira horny þegar þú ert partying en þegar þú ert ekki partying Það er rosalega Þetta er mjög sérstætt skrítin spurning, sko bara, þú veist Ég finnst bara Nei, ég bara tek undir með stöður hérna, þetta er bara, nei, ég skil ekki alveg, sko, hver pælingin er það er ekki king of partying þetta er lið, þetta er sérstætt Ok, þið fá ekki stig hana Hefur þið stundum í einhverju partyflippi skilið eftir flótsaur í salerninu fyrir frúna? Partybaldur? Fyrir frúna? Fyrir frúna? Það sér mestur bara með og setja svona kjúklingaband utan mann og með það þetta er bara kæra sig hún bara til hafingi með daginn Ég skil ekki alveg bara fyrir frúna Já, bara svona sem sláu letta strengi heima Ertu að tala bara heima, þú kúkar og segir herru, hérna áttu mín, hérna býður svona eftir að hún fara á klósetti Já, bara svona sláu letta Já, og svo er bara Og hvað hleypur þau inn og hlærið bara eitthvað Þetta er hræðilegt Skilja eftir partybaldur fyrir Þú skildir eftir flótsaur fyrir perunæðinu sinni Má glemma því Nei, ég hef aldrei gert það
Hvað er að gera þetta? Manns ekki eftir? Nei, ég Já, hérna Manst ekki eftir Mann ég eftir því? Nei, ég Akkur ætti að muna eftir því Og nú er þetta gott að hafa peruna hérna sko Það gerðist náttúrulega á sínum tíma Gerðist það? Já, þú ert bara að Slá að létti Dílíta því úr höstnum á Kannast ekki við það einhverjum öðrum heimi einhver annar í Vítt, eitthvað staðar það er einhver annar Kolbari hann er ekki 93 á hæð, það er klart Stærri en Jesú Já, ég veit ekki hvað er í gangi Ok, þá er það tvötur fyrir Kolb Hefur partíað það hart að þú hefur slefað? Nei, það held ég nú ekki bara, ég hefur einhvern tíman séð mig Gilsari bara mist eitthvað öðruvísni, ég sé bara líka eins og ég sé edrú Nei, ég endar Þannig Ég endar að gera það Þú ert svona passlegur Ég er bara alltaf passlegur Já, ég vildi geti nú sagt það saman sko Sástu jóladagatali og þetta Það sé betur við búið að kippa því off the internet sko Stutt í slef þar, vantarlega Já, ég en ég minna þú veist ef við viljum alveg rýtsa þetta sko þannig að heima hann er að kvóta ég slefa eins og flugvill Já, og því bara svoandi Jú, ég var bara svoandi og leiðin heim ekki eitt bjór í mér en hann gæti svo sem alveg tengta við eitthvað svona daginn Saft, þú ert sofandi en dreigil ekki hérna tengist eiginlega ekki partíun Svakalegt fílsminni sem að er í gangi Já, þetta er svakalegt Þegar partying hard færðu þið stykki Nú ég veit að blöðarinn er ekki sátti núna því að hann vil minka umræðina stykkin alveg eitthvað svona 90-95% en hann er ekki það er ekki Hann er í flugvél á leiðin frá Róm Já Nei, Kolbarinn er ekki stykkjum Þú verður ekki þurft stykki Nei á Jún Það geta ekki gefið ykkur punkt þarna Þetta byrjuði sterkt sko Það er ennþá 2-1 já Ríkár Óskar Guðnason fyrirvændi dagskrástjóri F957 og Kilvingur hefur masterað það að senda bráðhugulegar limmyndir Hefur þú sendt hugulega og smekklega óumbenna limmynd á okkur að Lucky Lady? Þú verður að hætta að kvóta Richie hérna Rikki sendir limmynd, það múið viðurkenna Senda á þetta vinsinn bara Ég hef aldrei Það tók mynd af limnum á sig og eitt á send Það kallast limmynd Já Svo mynd er geimt einhver staðar í gagnagrunni Google Cloud Google Cloud er á svona spekla Ég held að veri áður en það Cloud kikka sem við vinnum með okkar besta manni það Þú er gáða því, allt sem þú setur á neti í þetta það gleymist aldrei, það er sko þú ítir á delete og heisa it's permanently deleted Svo er það ekki, það er að þáta Sinni Cloud Zuckerberg er bara skelli hlægjandi einhver staðar Sinni Cloud Hann er veldig mikið að limmyndum með Zuckerberg með alls konar drasl Hann hlýtur að eiga alveg svakalega mikið magna þeim Herru það nei hjá Jún Ég myndi fá kjánarhroll við að senda mér limmynd Það er ekki Gæst það? Það er bara ein eftir 2-1 Síð eftir skrítin síðan En það? Sýnir Það heina að vera svo basic Já, það liggur við einhvern veginn að kalla þetta bara dag einhvern veginn eftir þessu 7 sko það er 2-1 var gaman stundum við jafna þetta sko Ég myndi alveg styrði að kalla þetta dag Sko það gæti þetta báður en fengi punktana ef þú eru hreinskilir Myndur það gaman að því að vera sundlega partíða sem eru blöður Við verðum að fara að endur sko að kemna hún er orðin skrýtna þetta er búin að tegjast í allar áttir líka sko King of Partying, þetta byrjaði ágæðlega bara með skemmtistað skilur og svona á skemmtistuðum og gaman að partí og eitthvað sko nú er þetta komið eitthvað sundlega partí með blöðurum þú veist hver er svona þú veist útskýra frá áskýri hvað blöður eru Nei, ég ætla bara að segja nei og vilja bara andri kvarta Það veit hvað blöður eru náttúrulega þess að geta svar Ég held sér nei, ég ætla ekki að útskýra neitt Þú bara útskýri það sjálf Þarna er þetta bara Við erum að útskýra blöðfyrir Vittlis er þetta Hefði þetta fengt bara í dag 1700 fermi below Þetta er herra Netusmjör sem var að gefa út rosalega plötu Kleitingu til að henda ykkur á Spotify tjekka á plötunni hjá herranum en drengir, við vorum að tala þetta með að lægi var í gangi þá ringdi Ásgeir í frúna og var að spurja út í þeirra flótsur og þetta kom í ljós að
Já, hún Konudagsgjöf. Þetta var konudagsgjöf. Hún sagði þetta var konudagsgjöf frá Kolbarnum. Og sagði orðið, hvernig getur maður að gleyma það sjálfskilt? Lóskast að það hefði verið bara on air. Ég hefði viljað hafa símtalið on Já, air. við skiptum það sko. Það var ekki statusum þetta. Shit, hvað? Já, hún hendi sér bara á Facebook og gerir status. Þannig að það er Skildur þetta partibaldur og sagði til hann ekki við daginn. Þetta er óþægilegt. Jóst að fá blóm og fór á klósettið og Þetta er sérstætt. Líka flót söður upp á þessi íslenska orðið mitt. Það er bara náttúrulega komið að rap í dag maður. Já, tíminn flaug frá okkur drengin. Ég ætlaði að hendi slúðri og ég ætlaði að hendi alls konar. Já, vá, það var íslenska slúður. Já, þetta bara náið því stundum bara flýgur og það líka hendar hann í einhver hvort undir freka, við hefum hett líka eftir við leysum þetta. Fá eitt íslensk slúður. Við hefum endalist þetta. Ég skal eitt inni hérna, bara ég tek þetta í næsta þætti. En drengi, hvernig er helgin? Sko, það er bara ekkert. Ég þræði mig í gólfi. Ég er að fætti Dublin í bara svona golf. Dublin er rosa 17. mæ að 3 vikur í það og ég er í apaskít með sveifluna, þannig ég þarf að slá daglega. Ég ætlaði að vera duglegur í því og annars er ekkert action í rauninni á mér, en ef það er sunshine og kannski cold cold burgers, það myndi henda mig mjög vel á morgun. Já, ég held að það sé hann bara eitthvað slegið. Getur ekki bara ekki fara í sveitina, verður heima og fýraðu. Já, sól á morgun, sko, sól það er bara sko að borða grill og eitthvað svona í sól, það er bara eitthvað. Það er æðislegt. Það er bara next level. Erstu ekki að grilla í Mosó? Jó, ég er að grilla mikið sko. Er það? Já. Það er hægur á grillinu sko. Ég ætla að íta honum af því eins og barnaðamæli hjá honum sko. Það er hægur sko. Ég var að grilla ykkur 50 pilsur og að taka mútið gestum. Erstu ekki búin að ná tökum á því? 50 pilsur og... Jú, ég, svo veist... Þetta sprengja þér allar? Nei, Gilsi tók hann við aðeins. Ég hrinti honum af grillinu. Það er eðlilega hægur. Nei, það er alveg rétt hjá honum. En ég aðstóð, hann var góðverkir sko. Þannig að þú ert að stæla á því að setja góður á grillin sem var spurningin hjá mér að því að þú hefur grillað pilsur sko, ég kefti með kjötmæli daginn og ég er að grilla vel eftir hann sko. Já, veistu það er rosalega mikið amateur move. Það pípi bara. Ég veit það. Og ég veit bara, kjötið er tilbúið. Já, þú veist. Ægnaðu með marga litla bita, þú veist 6-8 svona litla bita. Ég þá geti alltaf bara svona kanna á sko, sett svona, þið ekki að vinna með mælin? Sko Kolbarn er bara með a natural talent fyrir sko, ég þarf meira að slá í hitanum og tímanum. Stekina, veit hitast í þyktina, hitin á grillinu, lofthita, lagði við landinu, hæði við Grænlandi, það spilar allt inn í. Allt inn í sko. Ertu að slökka á grillarinn við miðinni eða? Já, ég slökka á hliðinni þegar kvíli, þetta er bara innbyggt. Þessi mæli var líklega sko bara búin til sko eftir einhverjum svona hugmynd frá mér. Það væri gaman að tökja ekki grill stendi hjá þeir í sumar. Það ekki, einhvern góð sunshine degi. Einhverju bóði grill, það er hér með bara staðfest. Góða við það er að þú þarft ekki að grilla. Nei sko, ef þið komið báðir þá held ég að ég sleppi við það. Var ekki ráðlagt að sko ef Ásgeir kemur alltaf fer hann eðla á grilli þá gerir við frí. Fáránlega ofbóðið í grill og hann endar á grilli. Ég enda á grillinu. Það er eiginlega alltaf hann ef við matabóð, það er einhver annar að grilla, ég stend svona með og er bara eitthvað svona eins að segja brandara En ekkert geggjá þér og King Blöðum Ég er góður upp á móralinn sko. Ekkert geggjá þér og Blöðum helgina? Nei, herru, við erum í fríum helgina. Já, að því að Blöðurinn var erlendis og svona. Það fyrir að kannski á Fossunum helgina í kannski 1-2 Ég til það, sko, jú, ég er endar í hérna, ég kem fyrir í live show á morgun. Þannig að ég gjörningurinn, það var búið að tísa hvernig hann er. Það sést, þú sést að stjórna listgjörning, það sést að tengist eitthvað raskatinn á það er sko, máli er að þessi textaverk sem eru náttúrulega tröll í öllu að það er náttúrulega annarkur listamæður komin í textaverkin og hérna Petri hefur alltaf langað að gera textaverk sko, en hann er með with a twist sko, hann er sem sagt að vera að fara að hífa hann upp í málingagalla og svo verður klift út úr rassin á honum og hann er hifður í svona rólu svona, þetta er allt saman búið að græja og gera og svo er hann dýft ofan í bara karrigulan eða myndu grænan eða eitthvað þetta raskatinu og svo er hann settur niður á verkið svo veist á stregan og hann ætlar að negla í nokkur þannig í Þetta á sem sagt live-sjónu Já, búa til nokkuð verk sem þeir selja væntalega svo bara Þú keift og bara setja raskatu Pétur Jóhanni á striga Já Það hefur þetta mjög með það verður slegist þetta og þeir sem sagt, heyrði mér varandi það að koma hann inn og vera svona meðstjórnandi á liftu og á liftunni? Já, vera hérna í þessum gjörning
og svona vera partur af þessu og ég sagði heldur betur já og ég fljótur að segja já gegn því að fá eitt verk þannig að Pétur fer í stofuna Alltaf það hengið upp að sjálfsögðu frábær Skoðum þetta hefur komið grill í sumar Tökum þetta út En ég held að séu nú einhverjir örfáðu með að lausir annars er þetta alltaf seljast upp þannig að fólk getur kíkt á það Herru, ég vil líka minna á það að FNÍ Blö á Akureyri verslunarhelgi það er virkilega stórt meðasala í fullum gangi á tix.is og það er komið að risa tilkynningu ég held að sé bara næstu viku Já, það er alltaf tísa eitthvað félagar er ekki bara 1. maí næsta fyrst Ég ætla að doppeltjekka hvort það er Jú, 1. maí, já, það er risa tilkynning 1. maí Þannig að endilega Það er svo sagði hérna auðum einu henni þegar maður plugga fyrir hann var alltaf sagði ef að fólk sem hlusta vil 40% afslátt af sokkunum á bamboo.is þá getur við nota páskablöð kóðan 40% off Páskablöð kóða og ef að auðum einu henni býðum að plugga ykkur bara gerið það að sjálfsögðu hann alltaf en ekki fá hann á móti mér sko Nei, en þessi sokkar sem hann hendi eru reynda rosalegir hann að gera þetta sko hann að vinna þessa sokka í einhverjum 3-4 mismunandi heimsálum sko og hann að tapa hrikalega mikið á þessum sokkum að þeir eru svo dýrir eitt par kostar það mikið og hann að gefa þetta í raunni og hann að tapa á þessu og fílar það hann vill bara koma þessu í bara þessi menningu í gang það er sokkamenningu þetta er fyrir menninguna og þetta eru sokkar sem sagt sko það kemur ekki táfélagur þetta er fullkomið fyrir táfélufólk og líka bara ef þú vilt tæla sokkar ég sé hann einhvern veginn bara svona setjast þeir svona að fara vel utan fótina þér hann hefur gefið par sko akkur notar hann ekki fullkomið fyrir táfélufólk það var gett að vera tagline þetta eru ekki sokkar endilega að tjekkja á því okkar maður líka langbæstur herru er þetta ekki bara svona alltaf gaman að fá þig sem gest Gekkja að fá þig Gaman að vera með ykkur Og ég segi bara njótið helgarinnar Og við bara verðum fullu bátur næsta föss Það ekki? Jó FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina og Pepsi Max